Góðan daginn, ég heiti Brynjólfur. Ég heiti Samuel. Og ég heiti Tristan og í dag ætlum við að kynna fyrir okkur lokaverkefni okkar í vélstjórn. Okkur strákana langaði að hafa lokaverkefni okkar af verklegum toga og strax í janúar lögðum við höfuðið í bleyti. Fyrst kom hugmynd að smíða sleðakerru en eftir stutta umræðu fannst okkur það ekki vera fræðilegt lokaverkefni. Þá myndi Samuel að hann ætti ljósavél út á túni, þannig að okkur fannst tilvalið að smíða færanlega rafstöð en slíkt tól getur verið nauðsynlegt fyrir vestan eða fyrir norðan því þar eru vetur oft þungir og raforkuflutningskerfið getur brugðist. Þá getur verið haganlegt fyrir lítil fyrirtæki eða bændur sem þurfa að reiða sig á rafmagn eða bara til þess að rafsjóða hlið út á túni. Þessi hugmynd myndi uppfylla nánast allt sem vélstundanámið felur í sér og þá stálsmíði, rafmagnsvinnu, útsjónarsemi, nýtni, hægleikni og þrautseigju. Þessi ljósavél sem við notum við þetta verkefni að gerðinni Hatz og framleidd í Þýskalandi. Vélin 3 strokka og hún loftkæld sem stór kostur fyrir okkur. Vélin kom á skipi sem heitir Karlsey sem í eigu Þörungaverksmiðjunnar á Reykhólum. Vélin var varaljósavél borð í skipinu og ástæðan fyrir því að vélin var tekin úr skipinu að það var ekki hagkvæmt að hafa þar loftkælda vél í vélarúmi þar sem möguleikar á loftkælingu voru takmarkaðir. Vélin var líka sífellt að gefa frá sér villubóðum að hún væri að fara á yfirsnúning og hluti af þessu verkefni var að finna út úr þessari bilun, sem við sannarlega gerðum. Það sem var að valda þessari bilun var ótengdu vír frá Altanator og í stjórnborð vélarinnar. Þessi vír tekur merki frá Altanator og segir til snúningshraða vélarinnar og þegar hann ótengdur, þá heldur vélina sig að fara á yfirsnúning og drepur á sér. Við tengdum vírinn og vélin gekk töluvert lengur en áður en hún fór svo á yfirsnúning þegar það kom breytilegt álag á hana. Á stjórnborðinu skrúfa sem hægt að stilla á hvaða tíðni vélin fer á yfirsnúning og við pröfum að hreyfa hana og þá gekk hún linnulaust og hefur ekki farið á yfirsnúning síðan. Smíðin hófust á Höllustöðum í Reykhólasveit þann 21. febrúar og var byrjað á sjálfum kerfibotninum og varð fyrir valinu 80x80x8 mm vinklar sem var alveg yfirdrifið nóg. Við tókum svo prófílbita sem var 80x50x4 mm. Þennan prófíl notuðum við sem miðjubita. Efnið sem þurfti í yfirbygginguna var 20x20x3 mm. Við fengum þetta efni 13. febrúar sem hentaði vel fyrir okkur. Við nýttum þann takmarkaða tíma sem við höfðum í þetta verkefni mjög vel og lögðum allar lausar helgar í þetta. Áætlaðar vinnustundir sem fóru í þetta verkefni það bil 290 klukkstundir sem dágóður tími. Áætlaður kostnaður á verkefninu 720.000 krónur en þar sem við áttum góða að og nokkur fyrirtæki til í að hjálpa okkur borguðum við ekki nema 50.000 krónur á mann. Smíðin fóru hratt af stað og náðu við að klára kerrubotnin ásamt grindi yfir olíutankinn þessa helgi. Á fyrstu mynd til vinstri ég og Brynjólfur byrjaðir að saga og slípa niður efni í kerrubotnin og á miðjumynd Samuel búinn að festa niður efnið og byrjaðir að sjóða. Á næstu mynd til hægri afköstin eftir helgina. Smíðahelgin 17. til 19. apríl, 12. til 15. mars. Þarna gerðist mikið. Við kláruðum grindina yfir olíutankinn, settum hásinguna og fjæðröndun undir kerruna, skárum út dropaál sem við settum í botn og á hliðar inn í kerrunni. Síðan var grindin grunnuð og máluð svört. Við settum nefhjól á beislið og lokum smíðuð við festingar fyrir mótorpúða sem vélin sast svo á. Á fyrstu mynd til vinstri má sjá kerruöxulinn sem við þurftum að stytta í rétta lengd. Á miðjumynd má sjá þegar öxulinn komin undir kerruna og búið að grunna og mála að hluta til.
Á hægri myndum er grindin yfir olíutankin og dropaður komið á og allt mála sem átti eftir að mála og vélinn síðan fest á. Smíðahelgin 17. til 19. apríl. Þessa helgi var grindin yfir vél kláruð og komið fyrir kapalstigum í loftið. Einnig var smíðað festingar fyrir stjórntöflu, rafmagnstöflu og tengla. Síðan var grindin grunnuð og máluð svört. Á myndunum má sjá þróunina á yfirbyggingunni yfir kerfuna. Síðasta smíðahelgin 25. til 27. apríl. Síðasta helgina tókst okkur að klára smíðina. Við snikkuðum blikkplötur á allar hliðar kerrunar og smíðum hurða þar sem nauðsynlegt var að komast inn í kerruna. Til dæmis þar sem rafmagnstaflan og stjórntaflan er fyrir vélina. Síðan kom hjólaskálu fyrir og grunnuðum yfir blikkið. Á sunnudaginn var haldið til Akureyrar með kerruna og myndum á svo þróun á blikksmíðinni. Loka útkoman. Við málum kerruna í katibila gulu lit sem kom svona æðislega vel út. Hugsunin á bak við þetta litaval var að hafa kerruna vel áberandi í umferðinni. Rafallinn er 3 fasa og hann er 25 kV sem er býsna gott fyrir svona færanlega rafstöðu. Við erum með 9 tengla á kerrunni, 2 3 fasa, annar þeirra er 32 ampera og hinn er 16 ampera. Síðan eru 7 einfasa tenglar og einn af þeim er 16 ampera og hinnir 6 eru 10 ampera. Við smíðum jarðspjót og tilgangur með því var að jarðtengja kerfuna. Hér til vinstri má sjá jarðspjótið og í miðjunni sjást svo tengingarnar í rafmagnstöflunni og til hægri sjást svo allir tenglarnir. Við teiknuðum smíðateikningu í AutoCAD sem einfaldaði fyrir okkur smíðina. Þessa mynd má sjást þarna neðst á glærunni. Við teiknuðum einnig rafmagnsteikningu í Schematic sem sést hérna uppi á glærunni. Sérstaka þakkir til Vélvirkja á Dalvík sem sá allan efniskostnað sem fór í grindina á kerrunni og eru þeim ævilega þakkláttir. Snorri á Nestek á Akureyri gaf okkur hjólbarða á kerruna og við mælum eindregið með að kaupa sumudekkin þar. Við viljum einnig þakka Grétari og Ingó sem eru rafvirkjar í Njarðvíkur Slip. Þeir gáfu okkur rafmagnstöflu, öryggi og allan tengibúnað fyrir rafkerfið frá Rafala. Þeir einnig hjálpuðu okkur með bilunagreiningu og bilunagreina vélina og við erum mjög þakkláttir fyrir aðkomu þeirra að þessu verkefni okkar. Faðir Samúels, Björn Samúelsson, hjálpaði okkur einnig mikið með bæði vitund, efniskostnað og tryggu fæðuöryggi og erum við honum innilega þakkláttir. Í lokin viljum við þakka sérstaklega Stál og Stönsum fyrir aðkomu þeirra að þessu verkefni. Til í janúar þá fórum við strax að hugsa hvort við vildum nota öxul á fjöðrum eða flexitor. Þá sendum við tölvupóst á Stál og Stansa EHF óskum að fá góðan afslátt hjá þeim fyrir kerrubúnað en gjafmildi þeirra fór fram úr öllum okkar væntingum því þeir gáfu okkur gott betur en afslátt. Þessir miklu höfðingjar hreinlega gáfu okkur þessa hluti af miklum rausnarskap og heilla óskum. Það sem við fengum frá þeim var 1600 kg kerruöxul, 1100 kg fjaðrir, vætspókvelgur, kerrulöpp, ljósabúnað og vastjætt koppafeiti frá Royal Purple sem við notuðum til að smyrja legurnar í nafið. Þessi styrkur var upp á hvorki meira en minna en 220.000 krónur og erum við þeim innilega þakkláttir fyrir þennan rausnarlega styrk. Það sem við lærðum að þessu verkefni var meðal annars að vinna saman í hóp þó það reyndi á vinasambandi okkar, örlítið. En einnig lærðum við að tengja rafmagn frá Rafala í rafmagnstöflu, smíða eftir teikningum og hvernig koma á fyrir kerruöxul, fjöðrum og legum.
Kerran verður til sýnis á vélstjórn á eftir og bara endilega koma að skoða. Er einhverjar spurningar? Jó, hún verður sett í gang og tengd við loftpressu sem 11 kW. Við skulum bara tala það ekki á myndavél á eftir. Einhverjar fleiri spurningar? Takk fyrir okkur.